Lagið heitir Hello, klukkanarinn rúmlega rúmlega 4 og 3 mínútur yfir 4 ætla ég að segja og ja, eftir 9 blöður hafið göngu sína þennan mánudaginn og eins og alltaf mánudaginn og setur hérna á beint á móti mér hann Björn Bragi, ertu velkominn? Takk fyrir það. Hvernig ertu? Ég er svo ljúfur. Nei, ekki? Jó. Kemur vel undan helginni? Já, nokkuð vel bara. Þessi dagur mætti alveg vera fallegri, sko. Já, það er eitthvað, þú veist, við varum ekki að spila hérna Hello með Carmen sem að mér reyndar ekki eiga heima á svona degi. Einmitt. Og þá, það er eitthvað alveg kósí við mánudaga, sko. Já, þegar maður má vera inni. Já, ég hugsa þess að stundu þegar það er mánudagar og það er núna svona, það er búið að vera hálfdimmt í allan dag og rigning. Já. Mér finnst það bara allt í lagi. Já. Af því þetta er mánudagur, hvort þið er. Já, þetta er bara mánudagur. Þetta er bara mánudagur. En ég til dæmis værið ekki til í það. Það var auðvitað leiðilegt að vera að vinna úti núna. Hafandi verið sko út í sólinni í gær. Já, það toppur í gær. Já, og bara, heyrðu það, verið nett á morgun. Maður fer bara á bollum í vinnuna, þú veist, þeir sem verið að vinna úti, sko. Lenda svo bara í þessu óveðri, sko. Já, þetta er líka ofta ég er að keyra. Ég er nú engin Bubbi Mortens, sem ég er stótt svona kósí að hafa rigninguna og há ljósin og mæla svona líður eins og mér séu í sumarbústa. Já. En við Bjössi erum með Fanta þáttangand á handi ykkur í dag, kæru hlustendur. Hann er á leiðin til okkar, hann Bjössi Tórs, stórleikari með meiru. Nafni minn. Já, hann er að leika í kvikmynd sem heitir Frost og verður einmitt frumsýnd í vikunni hér á Íslandi. Við ætlum að ræða málið við hann hér eftir, það hendur hann í hraðaspurningar og verður ekki verið með eitthvað svona smá þrauta. Jú. Máilegt sleppa of léttilega, sko. Nei, hann er líklegur til þess að vilja sleppa léttilega, sko. Já. En við skulum ekki lofum að komast upp með það. Við pínum hann eitthvað en hann er hérna á leiðinni, hann Bjössi. Svo erum við með Barnalandi á sína stað eins og alltaf á mánudum og já, svo hvað á ég að kalla þetta, að smá hrekk. Já, mjög skemmtilega. Já, þetta var að sína það þarf ekki mikið til að skemmta manni. Ég er alltaf væld og hlátrið, þannig er mál með vextiða í fréttaplan í dag. Það er risagrein, þar sem að stendur orðrétt stefnir í netaðsókn og hátíð fyrir bangsalega homma. Og það er viðtalið með Frosta Jónsson. Og það sem við gerðum fyrir í dag er að við hringdum í nokkra félag okkar. Ég hringdi Simma Vill og Rikka G og Jón Gunnar og Lilla. Já. Það sem við vorum svo að spurja á hvernig þetta er þig hjá því næstu helgi og við náttúrulega komum bara að fjöllum. Þar til að við sögðum að við verðum að sjálfsögða að tala um hátíðina fyrir bangsalega homma. Þeir eru náttúrulega að fara á hátíðina samt. Já, þeir eru allir bangsalegir og sætir, sko. Já. Hver, ef þú ættir að taka einn af þessu, Simmi Vill, Rikki G, Jón Gunnar og Lilli, hver myndi finnast vera líklegastur til að vera actually a bear? A bear? Já, að spila fyrir hitli. Þetta er nú erfið spurning þegar ég þarf að svara svona ofn. Eða sko, þú veist, þetta er auðvitað spurning, en ég kýs að svara henni ekki ofnbærlega. Hver er það þá? Ég skal segja það að það eru sett lag á. Til að segja það. Ok, útilokaði 2. Eins og við viltu vera 1.000.000? Já. Ok, ég skal ég ætla að útiloka Simma. Já. Og hvern líka? Ég ætla að útiloka líka Rikka G. Lilli og Jón Gunnar? Já. Það er búin að kveikja á sig. Við heyrum þessi símtöl hér á eftir og svo erum við bara með fasta liði eins og venjulega. Óska United aðdáðandum að úti til hamingju með sigurinn í gær og já, þið Tottenham stuðningsmenn. Ég vil óska Tottenham aðdáðandum til hamingju með gott stig. Já, stigið á laugardaginn. Þeir að fá svolítið mörk á okkur núna á loka mínútum. Já, þú veist hvað það er leiðilegt. Já, ég veit. Það er ógeðslega leiðilegt að, þú veist, vera yfir og fá þessu mark í andlitið í lokin. Já, ég sá það líka í gær hérna í þessu Southampton-leika. Ég hef ekki þroskast mikið síðust ár. Ég truflaðist. Já. Og já, þetta var svona golden moment. Já. En ræðum ekki meira um fótbolta hér í þessum þætti. Ekkert meira? Já, jú, kannski eitthvað eftir. Kannski aðeins. Já, við ætlum að fá hér huggulegt kósí mánudagslag. Þetta er hún Adele og já, One and Only. Það er svona Percy af memunum. Já. Hann er my one and only. Robin Van Perfect. Vistum þetta? Svo huggulegur strákur. Stórkostleg sönguna. Já, ég er í svona cozy feeling í dag. Litla huggur að skæti mitt. Já, einhvern veginn rigning og mánudagur og dimmt og það hefur bara verið með svona cozy tónlist. Hefur ekki bara faðmast? Þó þetta sé FM 957. Hefur deila mæk í dag? Sitta saman? Nei, ég er góður. Ég skal vera með í fanginu. Feskur. Knúsa þig. Feskur. Styttist í gestáttarinn sem er Bjössi Tórs, hann er þetta á leiðinni. Við að ræða við hann hér á eftir og já, rekka hann eitthvað aðeins. Svo styttist líka í síma, rekk og fleira en það er hins vegar komið að slúðri og leiðilegt að segja, ég óttu verið með þéttir að slúðurpakkinn þetta. Já, manstu, við töluðum síðast, ég ætlaði að koma í Íslands slúður. Já, við ætlum að semja Íslands slúður. Ég glemdi. Í alvörinni? Já. Þú ætlar að vera með pakkan í dag? Ég veit það. Já, þú verður bara að semja eitthvað á staðnum.
Þú voru ekki með svona tíma til þess. Nei, ok, byrjum með þetta næsta mánudag. Já, ég þarf að taka hausinn út úr raskatinn á mér og fara þess að hysja upp mig, sko. Já, ég er nákvæmlega sammála þess. Það er alveg sammála. Ég ætla að byrja að slúðubakkana á Russell Crowe, en ég held að með sanni segja að þetta sé Íslands vinur. Herru, ég með eitt. Hvað? Getum við sko byrjað íslenska nöfn á erlendu fólki eins og var alltaf í svona æskun og ABC í gamla daga? Russell Kráka þá, eða? Já, eða Rassi Kráka. Rassi Kráka, hann komst í hann grappanum á dögunum, en já, hann var á kajak á samt besta vinnu, hann er voðalega ævintýragjall eitthvað. Rassi Kráka. Hann er eitthvað ef hann er ekki hjólandi til Selfoss, og þá er hann á kajak í New York. Þetta er svo típiskur Rassi Kráka. Þetta er ekta Rassi Kráka maður. Nema að þetta fór eitthvað vitlaust hjá þeim félögum. Og já, þeir vinirnir voru á siglingu á einhverjum kajak og byrjuðu eitthvað, bara ráku að landi við Huntington-flóðu, voru bara komin út í eitthvað bull og strandgæslan kom og bjargaði þeim. Svona að reyna að koma þessu frá mér og það var strandgæslan í New York, í Long Island. Og hann var bara á Hudson River, bara fljót út á haf. Já, þeir voru konir í tómt rugl. Jesus. Þegar strandgæslan kom og bjargaði þeim og eftir björguna birti Crowe færslu á samskiptamiðlunum Twitter þar sem hann þakkaði strandgæslunni kærlega fyrir aðstoðina. Hann er hálf tæpur að Rassi Kráka, eða ekki? Jú, en djöfull hjálpar sko, þegar þú ert að gera eitthvað svona fávitalegt, eitthvað komin á kajak, eitthvað, þú ert að fljóta út á haf bara og bara þeir eru að drukna. Þú veist, þegar strandgæslan kemur bara, hvaða fávitar er þetta? Við verðum vist að bjarga þeim, þá hjálpar að vera Russell Crowe. Það er bara, þetta er bara ég, þetta er Russell hérna, Rassi Kráka. Þetta er bara gladiator. Þetta er Krákan hérna, sorry með mig. Bara, sorry með þetta. En, já, veist, auðvitað, þeir yrða að bjarga hana hvort sem hann er frægur eða ekki. Já. En ég held að þetta er bara, þeir hafa ekkert verið að hata að fá hann upp á bátinn. Ég myndi að ég verið í strandgæslinni og koma að það og sagði að þetta væri engin frægur, ég myndi bara láta það drukna. Já, ég líka. Ég myndi ekki hika það var bara að bjarga frægur leikurum. Já. Það er svona meira slúður, en hefur þið samt tekið eftir, hann er endalaust á einhverjum kajökum, alltaf hjólandi, alltaf að posta á Twitter eitthvað hvað hann er búin að dugla í rættinu, svo er hann spikfeitur. Nákvæmlega. Það þarf engan snilling til að átta sig á því að það er eitthvað að mataræðinu þarna hjá Rassa Kráku. Já, ég held að það sé mikið burgers og einhver svona. Og bjórnum líka. Já, hann mikið bjór, en sveimi, ég held að hann sé bara, ég geta majónis með skeið. Já, meðan við hreyfum á manninum, sko. Ég hreyfi mig svona 10 sinnum minna og ég er 14 sinnum grænri en hann. Nákvæmlega. Þannig að það er eitthvað rangt á því í mataræðinu. Ef þú ert að hlusta Rassi, þá rifðið þið í gang. Hann er örugglega að hlusta. Já, hann er það mikill Íslandsvinnur. Svo er það næsta Harry Bretaprins. Hann hefur ekki átt 7 dagana sæla eftir hann kom heim hérna úr, stuttur ferð til Vegas. Hörður Bretaprins. Og hann eins og alþjóð veit og heimurinn skeit upp á hnakkagreiði. Skeit svo sem ekkert upp á hnakka, hann bara skemmta sér með einhverju liði. Já, bara flippa. Já, hendi sér úr fötunum og það var bara einhverju viðbjóðar sem hann tók myndaði og setti það á neti. En nú er einhver súludansmey í Vegas og hún er rúmlega 30 og hún hefur stigið fram og segir að hún hafi eytt 15 til 20 mínútur með Harry í svefnherberginu hans á hótelinu í lovemaking. Getur fólk aldrei haldið kjafti yfir hlutum? Nákvæmlega. Hún segir að bæði hafi verið nakin og kysst hvort annað í því sem súludansmeyan segir að hafi verið ölvuð faðmlög. Veist, hún heitir Kerry Reykart, þessi pía hérna. Já. Það mynd af henni. Já, hvað er nákvæmlega, ég er svo sammála, hvað er aðeins svona liði? Veist bara, ef þú ert þarna, þú hafðir áhuga á að kissa hann og faðmann, grjóthaltu það bara kjafti. Já, sammála. Akkur þetta, veist, Harry er búin að nóg að skýta upp á síkasti, svo þetta sé ekki að dettin líka. Greiði strákurinn. Já, hún segir hérna, meðal annars eftir faðmlögin hafi Harry gengið nakin að glugga herbergisins og öskra Las Vegas, þetta eru krúnudjásnin. Mér finnst hann flottur. Já, ég fíla hann. Já, ég meina, þetta er ekki kallað Sin City fyrir ekki neitt, maðurinn að kíkja hans til Vegas og skemmta sér. Nákvæmlega, ég líka hversu gott er að vera bara með Harry Bretaprins öskrandi þetta út einhvern glugga á hóteli. Þá veistu að þetta er góða partí. Já, þegar hann er bara stendur nakin og öskrað þetta séu krúnudjásnin hans. Hvað sagði hann? Þetta eru krúnudjásnin hans, sagði hann. Ok, nice. Það er stemming. Svo er það síðasta slúðrið en það er af börnum hans Michael Jackson. Michael Jackson heitinn. Já. Það eru þau, Blanket, Paris og Prince, en þau hafa ekki fengið krónu síðan að Michael Jackson lést. En þau eru öll klikkuð, börnin, sérstaklega þarna elsta, Paris. Á hverju segir það? Það er bara, ég er alltaf að lesa eitthvað þau bara,
Þau eru vond, jú, þau eru vond, sko. Þú voru bara að missa pappa sinni, þetta, ég meina, hvað, heldur að menn sé bara jolly eftir það, eða? Nei, þau, sko, amman týndist, mammans Jackson, Já, þau eru auglýst eftir henni. Já. Og sko, það er talað að Michael Jackson sé búinn að þjána 600 milljónir punda síðan hann dó. Já. Þau hefur ekki fengið krónu og amma þeirra og mamma hans situr vist bara á þessu eins og... Pældu í því, Michael Jackson þénar meira á dag dauður heldur en venjulegum maður gerir á ævinni lifandi. Já. Það er sjúkt. Henda á hann hellinga lögum en hérna myndaðum greiði krakkin. Okkur, veist, Michael Jackson, love that guy og bara huge fan. Jacko. Alltaf verið, já, ég náttúrulega klikkaðist aðeins. King of Pop. En, veist þú, skýriru krakka en Blanket. Hver var þetta pælingin með því? Æ, hún var alltaf undir teppi. Er það? Já. Er þetta stelpa? Já. Blanket. Nei, þetta stelpa? Er þetta ekki strákur? Hvað það segðu? Blanket Jackson. Þetta er strákur held ég. En segðu hvað þetta er samt tæft. Býtu. Ég svara, ég er ekki viss hvort þessi strákur er að stelpa. En alltaf þá hafa þau ekki fengið krónu og já, við vonum bara að þau séu ekki að flæðiskeri stödd. Þau eru að hjá ömmu sinni eitthvað og hafa það kósi. Þau eru 15 ára og 13 ára. Það er ekkert með hennar pinning að gera þarna, krakka. Sko, býtu, ég er að skoða myndir hérna. Ég bara get ekki átt að máði hvort þetta er strákur eða stelpa. Blanket, nei, ekki heldur. Enda er nafnið líka svona hvoruginn. Blanket. Kannski er þetta svona... Er þetta hann Blanket eða er þetta hún Blanket? Herðu, vá, hérna skrifa ég Blanket Jackson, boy og þá fæ ég bara fyrstu leitarniðurstöðu Google. Is Michael Jackson's kid Blanket a boy or a girl? Já, það er greinlega fleiri sem hafa spáð í þetta en við. Og hann er strákur. Þetta er strákur. Þetta er strákurinn Blanket sem gerir þetta ennþá verra. Vera strákur og heita Teppi. Þetta er eftir mig. Og lítu þessu stelpa. Þetta er... Þá væri betra að lítu þessu Teppi. Já, greið strákurinn. En hann á nóga pening þannig að hann þarf að geta fara að það er allt sem skiptir máli. Það er ekki það sem skiptir máli. Þú maður fá hér, já, Eminem og Rihanna og svo er það Bjössi Tórs, hann er rétt og mættur. Bjössi Tórs, gest þáttarins í dag, Ötti og Bjössi, Björn Bragi eins og með okkur til 6 í dag og hér er líka framöndan stuttur hrekkur þar sem við hringdum í nokkra félaga okkar og spurðum átt í hátíðina næstu helgi en þá er einmitt, já, hér stendur í Fréttablaðinu orðrétt að stefnir í með aðsókn á hátíð fyrir bangsalega homma sem er næstu helgi og já, þetta er... Ef þú væri hommi, væri ekki bánsalegur hommi? Að því loðinn, minnir það? Já, en sko ég held að þeir sem eru bears, eða svona bánsalegur homar, ég held að það séu svona menn sem eru með svona smá love handles, fattar þú? Já, með smá hopp. Já, ég held að það séu svona bindnir. Já, einmitt. En það er hins vegar komið að sturgluðu staðröndum eftir til. Já, svo sannarlega. Fíla, ég ætla að byrja hérna á fyrstu. Ég var að reyna að tvíta á einhverjum staðröndum í gær. Já, ég sagði það, allt bara hvað ég verið gamall og ógeðsluður. Nei, ég bara, þú veist, facts about being old. Já, takk fyrir það. Bara hlóðist ekki eins og í svara handa mér. Ég voru að horfa á hérna Hangover. Ok. En sko, ég ætla að byrja að lesa þína tvær. Bjössi sendi mér í gær á Twitter. Fyrst, geroscophobia is the fear of growing old. Ég var að veltaði fyrir mig hvort að Var það eitthvað skot á mig eða? Ég veit ekki, þú veist, hvort að þú þjáðist af þessu. Nei. Ok. Og svo er það næsta. So far, this is the oldest you've ever been. Það segir sér pínu sjálf. Og í dag ertu hann eldri en varst í gær. Þú líka, Bjössi Tórs. Já, Bjössi Tórs. Herðu, þá er alltaf komið að minni fyrstu sturlu staðrind og það er fallandi kókosnitur drepa 150 manns á ári. Sturlu staðrind. Fuck. Já, slatti. Já, mjög mikið. Bara að passa svo þessu. Samt geggjaði döðdegi. Nei, bara, þetta er nákvæmlega þegar þú segir það. Bara, herru, hvað kom Trauta? Hann lést. Nú, hvað gerðist? Það datt kókosnit á hann. Þetta er ömulegt. Nei, ég myndi hlæja svo mikið. Oj. Svo væri svona eitthvað, þú veist, það væri svona kókosveitingar í jarðarförinni. Það er líka bara, hvað það eru? Það datt kókosneta á hann og er hann dáinn. Svona eitthvað pína kolada og eitthvað svona, og Bounty væri í erfidrykkinu. Fá ekki Bounty. Þetta við hæfi. Þetta er úr netunni sem drap Ödda. Þetta við hæfi. Svo er næsta. Þú ert mun líklegri að hata mannesku sem er mjög lík þér í persónuleika. Sem er líkur persónuleiki. Ok. Og þegar ég segi þetta, þá er svolítið til í þessu. Já. Ég veist, ég vill ekki þetta séu... En hver er líkur þér? Eitthvað frekja.
Já. Ég samt ekki að frekur ég var, sko. Nei, En, hún þroskast. já, sveik mig það aðeins. Ekki nóg. Þú ert andlegt musteri. Ég ekki búin að þroskast nóg, en aðeins. Svo er það næsta, meira en helmingurinn af fólkinu sem trúur á ástu fyrstu sín hefur upplifað. Hvaðan færði þessar staðir? Þetta er bara bull. Nei, þetta er ekki bull, Björn. Nei, þú veist, þetta er svona eitthvað bara... Þetta er eitthvað svona bara... Voðalegtu, eitthvað jumpy, hvað trúur ekki ástu fyrstu sín, eða? Jú, ég er bara að segja hver mælir þetta. Þetta er ekki staðreind. Jú, störtlu staðreind. Nei, þetta er svona eitthvað sem þú sérð á Facebook, sko, einhver sem að einhver úrlingur póstar þessu. Hefur orðið ástfengin við fyrstu sín? Ég veit það ekki. Ha, veistu það ekki? Nei, við fyrstu sín? Ástfengin við fyrstu sín? Nei. Ekki? Nei. Nei, ok. En þú? Við veit það ekki. Já. 50-50 held ég. Ok. Svo er það næsta. Það er alltaf að kynnast manneskinni. Já, en þú veist, þetta er... ok. Ok, eitt sem ég ætla að segja þetta. Mér finnst svo glata þegar fólk er eitthvað, ég er ástfangin, bara eitthvað, þú veist, þú ert ekkert ástfangin þó þau finnist einhver pía heit eða einhver gaur spennandi, skilur. Er það ást? Hvað settir í kaffi þar? Voðalegt er neikvæður. Að næsta, að horfa á sjónvarp í klukkutíma stytti lífið um 22 mínútur. Sturlu staðrind. Hvað, að maður degi fyrr? Já. Þetta er bull. Það er ekki hægt að mæla þetta. Þetta eru lélustu sturlu staðrindi sem hafa komið inn á frá upphæði. Hættu þessu. Ég bara, veist, ég gerir kröfur, af því ég fíla hennar lið. Já. Ég gerir kröfur fyrir hlustendur. Ég er fulltrúi hlustenda í þessum þætti. Það er eina með þetta, að ef að sjónvarp styttir æðina 22 mínútur. Þá ert þú bara að deyja í næstu viku. Það er að segja, ég á þó bara ekkert mikið eftir. Ég elska að horfa á sjónvarpið. Já. Svo er það næsta, að verða ástfangin hefur ekkert með hjarta þetta að gera. Það er allt í heilanum. Ok. Sturlu staðrind. Það make sense. Já. En samt, maður hefur alveg fengið bara svona verk fyrir hjarta. Ekki lent í því? Hvenær gerist það hjá þér? Ég ætla ekki bara út í það. Næsta. Katy Perry er svo eina sem hefur jafnað Michael Jackson með því að hafa komið 5 lögum af sömu plötunni í fyrsta sæti á Billboard-listan. Þetta eru staðrendir sem ég skemmtlar. Þetta er alvöru, skilur. Þetta er allt alvöru staðrendir. Nei, þetta er eitthvað helmingur af fólk sem trúir ástu fyrst sín hefur upplifað. Katy Perry og Jackson, hefði ég giska á það. Katy Perry hafa komið 5 lögum í Disney sinum. Mér finnst hann ekkert meira en, mér finnst hún Lala. Ég fíla hann ekki. Hún er alltaf læg. Svo er það hérna, Kleopatra giftist 2 bræðurum sínum, Cozy. Nice. Já. En þú þurftir að giftast systurinu, hvori systurinu myndur þú giftast? Ég myndi frekar hoppa fyrir lest. Herðu, það er ekkert að þeim, mér finnst það bara viðbjöður. Veitu, hvað er eiginlega að þeim? Nei, það eru æðislega báða þær, en ég er ekki að vera að giftast hvorur. Ok. Spáði í því samt að vera að gifta systur sinni. Nei, ég ætla ekki að spáði því. Hvað áttu mörg systkinni? 2. Það er systur eins og ég? Nú, erum við eins. Einn eldri og einn yngri. Það er svona hatarum mig. Nei, báðar eldri. Báðar eldri, ég er yngstur. Já, þannig að þú væri svona að gifta upp fyrir þig. Já. Ef þú myndi giftast. Klárt. Svo, þú er alveg kissist í þína samt, ekki? Ekki? Nei. Bara svona í jólinu og svona? Nei. Ok, ég er hættur. Svo er það næsta, aðeins 10-15% af heiminum getur hreyft eyrun á sér og lyft annarri augabrúninni. Sturlu staðrind, ég get það. Er það? Eyrun líka? Já. Er það einuna? Já. Þú ert með headphone sko, ég sé það ekki alveg. Já, sorry. Já, þau hreyfast. Getur hreyft eyrun og svo getur líka tekið það. Þetta er gott. Einu augabrún. Þannig ég er í þessum, erst þú ekki í þessum 10% eins og ég? Nei, ég get ekki hreyft bara hausinn, sko. Þú ætla að hreyfta þér raskatinn. Svo er það síðasta sturlaða staðrindin. Vísindamenn segja að þú sért skotin í 4 mánuði en verðir ekki en svo, ef að, vísindamenn segja að þú ert skotin í 4 mánuði, ef að tilfinningin dvínar ekki, ert að verða ástfangin. Þannig að samkvæmt þessu þá ertu 4 mánuði að verða ástfangin af mann. Ég held sko fyrst þú verið að tala með byssu, þegar þú sagðir þú ert skotin. Það er skotin í einhverjum. Já. Hrifin, ég er kannski að segja hrifin. Já. Þetta voru sturlaða staðrindir, ég vona að þið hafa haft meira gaman að þessu heldur en Bjössi, hann vældi hérna allan tíman, mér finnst það fínar. Ég segi bara step up your game. Það voru fínar, það var ekkert aðeins. Talandi að step up your game, Chappell Swessman, hann ákvað að step up his game síðasta föstudag og tók óskala fyrir Egil Einarsson og það heitir My Heart Will Go On. Nice. Svo vel hefnað að ég er að spila það bara aftur. What are we to do? Mánudegi, þetta er Outlandish með Warrior. Þar undan Chirpy Little Loverboy Swessman með My Heart Will Go On. Topplag frá Celine Dion. Já. Það styttist hér í gestáðarinn sem er Bjössi Tórs. Hann ætla að vera mættur núna, kannski fastur í umferði í rigningunni eða eitthvað. Og svo erum við líka með, hrekk hérna á eftir. Það er svona hrekk, við erum að stríða nokkrum félögum okkar. Hringdum í Jón Gunnar Geirdal, Rikka G,
Nilla og Simma Will. Já, Og það hefur verið svo þroskaðir. Já, þetta reyndar, ég fatt það bara, ég hló svo mikið á hann. Hvað þarf lítið til að skemmta mér. Já. Þetta ekki svona fyndið, sko. En þú sér líka bara fegurðina í einfaldleikanum. Já, það þessi rekkur þannig að ég var að lesa Fréttablaðið í dag og þar maður að nafni Frosti Jónsson sem að í viðtali og hann að ræða hér að það stefnir í metaðsókn og hátíð fyrir bangsalega homma. Og já, ákvað ég að ringja í nokkra vini mína að spyrja á hvernig hátíðin helgina og svona. Þeir koma sjálfsögða fjöllum, enda ekki bangsalegir hommar. En þetta bara eitthvað grín fyrir þér? Gagginir, nei, alls ekki. Mér finnst þetta bara eitthvað skemmtilegt við þetta. Okay. Það þú veist, sumt bara alltaf fyndið. Okay. Það finnst mér alltaf. Okay. En talandi þessa hátíð hins vegar, þetta eitthvað sem þú varst búin að heyra áður en að við gerðum hennar hrekk? Ég vissi ekki af þessari hátíð, en ég vissi af þessu bear dæmi, sko. Já, það var hægt að vera svona bangsa hommi. Já, ég og vin sem hommi. Já. Og hann er svona mjög hrifinn af Bjarnar típunni, sko. Já, ok, það er svona chubby, eða ekki eins? Ég held að sé ekki endilega að vera eitthvað chubby, sko, eða þú veist, jú, kannski svona, þú veist, þú ert ekki eitthvað skinny. Nei. En það er meira svona, þú veist, ég held að þetta sé svona að vera svona svolítið svona loðinn og svona gott að knúsa þig. Já, ég vilja, við hefum þurft að vera með eitt samkynniðan hérna bara í spjallið þetta. Ringjum farið einhvern. Já, hvern getur ringt í? En hérna sko, það er ekki nóg með það sem er hátíð næstu helgi, þeir eru með sinn eigin fána, fáni bangsana. Já, er það ekki hérna regnbogafánin? Nei, þeir eru með svona... Eru bangsar á fánunum? Nei, sér það svona kló. Já. Sniðut. Já, svona fótspor hérna. Já. Þannig að þetta er einhver hátíð sem verður næstu helgi og verður mikil stemming en þið heyrið hrekkinn hér á eftir. Við ætlum hins vegar að halda áfram að hafa það kósi hérna og ég að spá að henda bara á Úlfur. Ég er farin, hvernig líst þér á það? Ég sá strákan Úlfur hérna bara frammi þegar ég skrapp hérna fram og fekk mig kaffi. Nú, hvað er það að gera? Það eru eitthvað exin eða eitthvað. Ekki samt skipt yfir. Nei, við höfum átt að fá kannski bara spjald til okkar. Nei, góða gestur leið til okkar. Tála steldu. Það er komið okkar þátt. Meiri hlustun. Meiri hlustun komið til okkar. Komið yfir. En já, fáum strákan í Úlfur. Svo er það Bjössi. Og þú varst í umferðinni. Fara að drífa það, drengur. Kalla sig Úlfur. Við sitjum þetta ég og Björn Bragi og verðum með ykkur alveg til 6 í dag. Og já, það er stemming á okkur strákunum, ekki vottur af mánudegi hér. Svona kósi stemming hjá okkur. Já, það er mjög kósi stemming. Segð mér eitt þetta, nú ertu búin að vera útvarpsmaður hérna í bráðum ár. Já. Hefur tónlistasmekkurinn breyst eftir þú byrjar að vinna á FM 957? Pínu. Hlusta meira á svona FM tónlist? Nei, en það er lög sem að mér finnst núna alveg fín, sem ég hef aldrei getað hlustað á áður í byrjaðina. Eins og hvað? Ég til dæmis, ég þoldi ekki Justin Bieber. Já, einmitt. Allt einu núna bæði þarna Live My Life og... I wanna live og nýja lægjan þarna. No matter what we... As long as you love me. Mér finnst það orðið allt í lagi líka. Þetta er enda líka bara fín lög sem á nýju plötum. Já, það kannski tengist ekkert endilega því að ég sé að vinna á FM. Það er kannski bara að Justin Bieber sé að verða betri tónlistarmaður. Já. En svo náttúrulega, þú veist, svo fyndið, nú er maður sko, ég kemur nú bara hérna einu sinni í viku, þú ert hérna 5 daga í viku, en maður er svo vel inn í allir þessari tónlist, sko, sem maður var ekkert áður, sko. Já, það er svona, maður veit meira eins og, veist, ég hef aldrei heyrt hljómsveitina Fun, til dæmis. Nei, einmitt. Og, já, ég get nú ekki sagt því sem eitt gríðalegur aðdáandi hennar. Nei, ég er reyndar þoli ekki þetta nýjanlega frá þeim, sem er það ekki vinsælasta landsins í dag? Jú, Some Nights, það er ekki gott lag. Nei, það er ekki gott. En hvernig, þegar þú ert að alast upp á svona, það sem er nú að ræða tónlist, hvað voru svona fína hljómsveitir þú ert að alast upp? Já, nefnilega málið er, sko, þú veist, ástæðan fyrir ég byrjaði að tala um þetta, því að, sko, þegar ég var ungur, svona í mínum hóp, þá var ekki, þú veist, þá þótti ekki töff að hlusta á FM 957, sko. Þá átti maður bara að hlusta á hip-hop og eitthvað svona, sko. Ég er náttúrulega úr Árbanum. Ertu Wu-Tang maður eða eitthvað svona kjaftaði? Já, sko, þú veist, þá átti maður bara að hlusta á Wu-Tang. Annað var bara glatað. Og, þú veist... En þóttistu bara, varstu að fan eða?
Sko, já, ég var það alveg, sko, en svo fór maður heim og læsti hurðinu og dró fyrir og setti Blur og Oasis í tækið. Já, ég var Oasis maður. Já. Ég haldi svona alltaf dýrkar Oasis. Já, ég nefnilega, sko, þú veist, svo átti ég hérna á frændfólk á Selfossi og fór eitthvað í svona heimsókn þar og kynntist einhver svona, þú veist, vinum þar, sko. Já. Og þar mátti maður alveg hlusta á rock og pop og svona, skilur, sem mátti ekki í Árbænum. Og það var ótrúlega gott að komast aðeins út úr Árbænum og fá að hlusta á þessa tónlist, sko. Já, það er allt leyfilegt á Selfossi. Það er ekki að vera stressað einhverju Wu-Tang þar. Nei, þeir vissi ekkert hvað Wu-Tang var, sko. Nei. Þeir voru bara einhver System of a Down og einhver svona. Varstu ekkert í rocki? Varstu aldrei Nirvana eða Guns N' Roses? Jú, algjörlega. Þú veist, það svona þegar maður þegar enginn sá til, sko. Já, ég hef alltaf verið mikill Guns N' Roses maður og, já, Nirvana og Pearl Jam mitt. Já. Og talandi Pearl Jam, hvaða lag heldur þess að fara að koma núna hjá mér þegar ég með Cozy Mánudag, ekki? Það Pearl Jam. Tengist Pearl Jam. Heyrðu, bíddu, það er Society með Eddie Vedder. Ekkert af þessu lagi, Eddie Vedder með Society og þetta er svona lag þegar ég heyrði það fyrst, ég held ég að hlusta á svona 15 sem ég röð. Besta lag sem ég heyrt. Með þeim, sveimi þá, með betri lögum. Hann átti nú að vera mættur hérna, hann Björsi Dós, gestur þáttarins, ég veit bara ekkert hvað hann er, sem búin að lofa honum hérna í allan dag. Lofa honum hægri vinstri. Já, svo verður hann ekkert látið sjá sig. En það sem við ætlum að gera er að við ætlum að fara í rekk í staðinn, smá símarekk fyrir ykkur sem voruð að stilla inn. Þá útskýrði ég þetta áðan, ég ætla að útskýra þetta aftur. Það er í Fréttablaðinu í dag, þá er viðtal við Frosta Jónsson, þar sem hann segir orðrétt stefnir í metaðsókn á hátíð fyrir bangsalega homma. Og þeir eru svona sýndur hérna fánið þeirra og mynda af strákunum saman í bláa lónnu og já, þar er mikil gleði yfir völd og allir feskir og flippaðir. Það sem að ég gerði við Björsi gerðin var að ringja í nokkra félaga okkar, Simma Vil, Nilla, Jón Gunnar og Rikka G. Hvað eiga allir þessi menn sameiginlegt, veit ég? Hvað eiga allir sameiginlegt? Þeir hafa allir unnið í útvarpið, ekki? Nei, af hverju ringir í þessum menn? Akkur ringir ég að það? Já, byrju bangsalegir. Ég var að leita bangsa og já, ég ætla nú að taka, ekki það ég þurfa að taka fram, en þá ætlum ég samt að taka fram að það er enginn af þeim samkynhneigður. Getur það eitthvað slæmt að þeir eru samkynhneigðir? Alls ekki. Hvað ertu að gefa í skinn? Ég bara sé það ekki og þeir eru ekkert bangs, þeir eru landir í topp shape. En við skulum heyra hérna í dag þegar ég var Bjössi vorum að ringja í þessa ungu pilta og spurði hjá þá út í helgina. Tjekkum að þessu. Jón Gunnar. Jón segir, sælunur auðvitað hérna. Þetta er mig? Hvernig ertu? Ég er bara ferlega góður. Með ekki, ég ætla að tjekka hérna bara svona fyrir hlustundur hans, hvernig verður þetta hjá okkur helgina? Já, okkur hvað? Hérna hátíðin, getur þú lýst þessu? Hvaða hátíð? Stendur hérna, ég er að lesa stendur í metaðsókn á hátíð fyrir bangsalega homma. Hvað er þetta eitthvað lasi? Hvernig verður þetta hjá okkur? Þetta ringir mig, eða? Það er að koma fólk ástæður á Evrópu, ekki? Er þetta eitthvað vangin? Hvað þetta ringir mig? Ringdi Svavaröld, mann, hann er bangsalegur. Þetta verður... En ætli ég lóni þessu? Hvað er þetta eitthvað lasin, eða? Þetta tengir mig við Bears on Ice. Hvað er í gangi? Eiginlega sem ég skil ekki hérna, hann Frosti Jónsson, hann er hérna að segja frá, ég sé þið ekki á myndinni. Ég veist að mér er bara alveg, ertu eitthvað að geða ykkur það? Sérðu mig ekki á myndinni? Shit! Bears on Ice, jú, Helgi verður frábær, jú, ég er að fara með 50 bánsalegum homum í lón. Varstu ekki fyrra? Blöndal, þetta var ekki vinna. Hringdi í Svavaröld með einhver aðra bánsalega gauðra sem er í þessu, sko. Okay. Ég vinn í því. Ég vissi ekki að það var eitthvað feimnismál. Ég tjekka betur á það, Galli. Bye. Halló? Riki. Já. Sælunur auðvitað. Hæ. Hvað segirðu? Góð. Herru, hvernig verður þetta hjá okkur átum helgina? Getur eitthvað lýst þessu fyrir mér og hlustendum? Já, okkur. Næstu helgi á hátíðinni? Hvað hátíð? Hátíð fyrir bangsalega homma. Í alvörun, eða? Ég er að lesa þetta stefnir með þetta aðsókn. Hvernig verður þetta hjá okkur? Bara seriously, ég er bara býtt að svara í það, sko. Flottur fáni. Flottur fáni. Ekkert það verður ekki bara komið inn að þáttu ykkar, eða? Það verður einu umræður eftir vera, það verður þetta ég. Ógeðslega flottur fáni ykkar. Já.
En það að koma fólk eða ekki bara frá hellingu, þetta ekki bara Íslendingar? Ég má ekki vera þessu, ég að vinna. Ég að segja þetta að koma frá Danmörk og Þýskaland og eitthvað svona. Já, örugglega, og Kína og Indónesía eitthvað, ég má bara ekki vera þessu svona. Svo ég sé það Hommaköld á Factory á föstudeginum, en hvar aðalhátíðin ykkar? Bye bye. Bye. Halló. Simmi. Já. Sælinu auðvitað hérna. Sælinu. Hvað segirðu? Ég sé bara fínt, þú. Herri, ég góð, hvernig verður þetta á næstu helgi? Hvernig verður þetta á næstu helgi? Með hátíðina. Hvað hátíð, hvað? Nú, ég sé hérna stefnir í meta svona hátíð fyrir Bangsala og Homma. Gistir ykkur hjá þér? Þá hátíð. Hún hérna... Mamma hennar það. Hvað heitir henni? Sistin. Hún ætla líka að koma. Finnst þið að vera Bangsalegur hommi? Það svo gott. Svo einfalt. Hver hannaði fánaleikar? Hvað segir þið? Hver hannaði fánaleikar? Hann ekkert smá flott. Tolli, hann var... Ok, ég held að þú skila kveðju. Já. Þetta verður gaman hjá. Það hefði þér. Já, ég tjekka þér. Halló? Nilli. Það er ég. Sæll og blessaður Auti heiti ég og við hliðina á mig situr Björn Bragi. Dómar, blessaður. Blessaður Nilli. Hvernig ertu? Ég er góður, en þið? Herru, við erum feskir. Við ætlum bara svona aðeins að fá að tjekka á þér og líka svona fyrir hlustendur. Hvernig verður þetta þarna næstu helgi hjá okkur? Hvernig verður þetta? Já. Í tengst kyrstaðinni? Nei, með hátíðina. Með hátíðina. Hátíðina næstu helgi, hvernig verður þetta? Er þetta ekki búið, þetta er reyngilega skemmtilegt, ekki? Hátíðin? Alveg frábær. Stórskemmtileg hátíð. Ert þú eitthvað í undirbúningi eða? Þú ert að fara að mæta það ekki? Já, hátíðina. Ert þú eitthvað, þú ert ekkert undirbúið þetta? Ekki hátíðina sjálfa, sko. En þú ætlar að mæta samt ekki? Hátíðina, já. Er einhver að fara að gista hjá þér? Nei, það er óvíst eins og er. Ok, en það er einhverju viniðinni sem það komað utan, eða ekki? Komað utan? Já, þess að það er einhverju útlendingar sem er að koma á hátíðina og... Jú, definitely. Já, og gistir einhver hjá þér, eða? Gæti verið 2 svíjar. 2 svíjar. Hvað er það að tala, strákar? Nú, það er hátíð fyrir Bangsala og Homma næstu helgi. Já, já. Það verður að fjalla þetta einnig fyrir Fréttablaðinu. Og hvað? Hver hannaði fánan ykkar? Eitthvað minn, hvað ertu að tala? Í Bangsala og Homma hátíðinni? Ætli í lónið? Þetta er ekki lónið. Já, en það verður stemming hjá okkur og bara, er eitthvað sem þú vilt segja hlustendum? Já, nei, eiginlega ekki neitt. Þú fær bara, hvaðan kom þetta? Við erum að lesa þetta í Fréttablaðinu, það stefnir í metaðsókn á hátíð fyrir Bangsala og Homma. Það er svo bílaður. Það er góða skemmtun. Já, þakka þér. Já, það var ekki mikið til að skemmta manni. Við hlóðum endalaust á þessu og vil ég nota tækifæri hérna og já, óska bara Bangsalegum Hommum góðra skemmtuna næstu helgi. Já, þetta verður örugglega mögnuð hátíð. Já, við erum að sjálfsög ekki að gera grín að þeim. Það sem ég er að gera grín að er að hringja í gaggina vinið mín og láta eins og þeir sé að fara á hátíðina. Höfum það á hreinu. Skulum fá hér Karma Police með Radiohead og svo á hann núna að fara að detta hérna innan Björsut og svo líka Barnalandu eftir. Já. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957. Kæru Íslendingar, munið að hafa kaman! Ef það er ekkert hafa kaman, þá er bara leiðilegt. Hamborgarafabrikan. Hafa kaman! Fartölvurnar frá Samsung fást í BT. Samsung tryggir gæðin. BT tryggir verðið. BT Skeifunni og Glerártorgi. Ertu klár fyrir margfalda skemmtun í Egilshöllin í dag? Mættu á svæðið.
FM 95 Blö. Á FM 95. Heitir Justin Bieber og lagið heitir Live My Life hér í FM 95 Blö á FM 957. Styttist í Bjössa Tórs, hann gestur okkar í dag, ætlaði að koma 4:30 en breyttist aðeins og víst á leiðinni. Þannig að hann hér rétt á kominn. Við ætlum að spjalla við hann nýja bíómynd sem hann einmitt að leika í og heitir Frost og frumsýnd í vikunni. Flottur trailer, líka vel út og það verður gaman að segja það. Síðasta íslenska bíómynd sem hann fór á, hvað var ekki, Svartur á leik, kom vel hefnu. Djöflæjan. Já, Djöflæjan. Frábær. Það er þetta æðisleg mynd. Mjög skemmtileg. En áður en hann kemur þá ætlum við hins vegar Björs að fara hér í dagskrárlið sem heitir Land of the Children eða hvað er að gerast í Barnalandi? Já, herðu, heldur ég sé ekki bara búin að sameina 2 liði sem sem sagt Land of the Children og netmisnotkun þar sem við höfum tekið einhvern fyrir á netinu og nú er ég búin að taka fyrir notanda á Barnalandi. Vel, ég elska you stepping up your game, fíla það. Herðu, það er hérna... En hvaða notandi er það sem þú ætlar að tjekka svona vel á? Það er notandi sem kallar sig Sunny. Sunny? Og með hjarta á undan. Æi, Og hérna er ég með 6 þræði sem að Sunny hefur startað á síðustu 3 dögum. Ok, hann er búin að starta 6 þráðum á 3 dögum? Er þetta ekki hún? Jú, hún. Er það ekki svolítið mikið? Ég veit ekki, mér myndi halda það. Já, mann náttúrulega veit ekki hvað fólk... Ég ætla bara að lesa fyrir þræðina og svo metur það. Ok. Fyrsti þræðurinn, hann kemur inn hérna í gær. Hann heitir 2 vikur, spurningamerki. Ok. Er ég ekki alveg búinn að missa úr skólanum 2 vikur? Byrjaði hann ekki 22. ágúst? Ok. Og fær hérna fyrsta svar. Það fyrir svolítið eftir í hvaða skóla þú ert. Sunny að spyrja. Og Sunny segir síðan, nú ok, en já, ég var í HR, held ég hafi mist af 2 vikum allavega. Ég veit ekki hvað er að finna, sko. Ok. Svo kemur Sunny aftur. Þetta er sérst, já. Sama dag þá það? Nei, þetta er reyndar á undan. Ok. Þetta er ekki alveg tímaröð, sko. Hvað eru mörg dýr á heimilin ykkar og hvað eru þið mörg að sjá þau dagstaglega? Ég er ein með 2 hunda, langar svo í kött, en ég hræddi að geta ekki gefið 3 dýrum almennilega athygli. Ok. Það er, ég veit nú ekki okkur að hlæja svona þessu, en allt í lagi að vera með, hvað, 2 hunda og 1 kött eða ekki? Er það? Nei, samt ekki. Það er svo mikið, það er einn. Ok, svo kemur hérna... Dýravinnu greina, Sunny. Já. Ég ætla að lesa þetta hérna fyrir svolítið hratt bara sko, en hérna maður auðvitað lista 2 og 3 til að skilja þetta. Endurhæfingar, lífeyrir og nám. Þetta segir Sunny hérna, þetta er líka í gær. Endurhæfingar, lífeyrir og nám. Já, ok. Hefur einhver hér verið í háskóla og endurhæfingar lífeyri? Hve margar einingar máttu þið taka? 30 einingar er of mikið fyrir mig og 6 til 12 einingar fyrir mig væri eins og 100% vinna og 100% nám, þannig ég fengi aldrei námslán en langar að klára skóla þó það taki mikið lengur en hjá öðrum. Ég veit ekki hvernig ég fer að því peningalaust, þannig að er ekki hægt að gera það á meðan maður er í endurhæfingu. Sagt var við mig nei, en svo veit ég mörg dæmi þar sem fólk var í námi með endurhæfingunni innan svega, veit samt ekki hve margar einingar. Hve mörgum einingum voru þið í? Ég veit, það er erfitt að svara þessu. Daginn áður samt kom hún með að blogga nú til dags. Ok. Mér langar að byrja að blogga og ætla að blogga á ensku. Mælið með einhverjum bloggsíðum til þess. Jafnvel bara búa til sína eigin, en allavega þá ætla ég að blogga og vil hafa þér auglýsingarlausar, en ef ég vil auglýsa þá mun ég græða á auglýsingunum en ekki síðan eða einhver annar. Er það ekki hægt? Svona eins og íslenski læknaneminn sem var að blogga hotlistu og var með einhverja Google auglýsingar þannig að hann var að græða 400.000 á mánuði. Ég reyndar ekki að gera þetta til að græða, heldur bara mér langar að blogga ákveðið efni sem ég mikið áhuga á og ef einhver á að græða á, því þó þessi 1 króna eða 500 krónur, að þá vil ég þessi ég, en ekki einhver annar. Já, sjálfsögðu, ég er ánægð með að hafa. Þetta er hressur. Heldur þetta sé stelpa? Jú, er þetta ekki stelpa? Já, ég held að. Hérna... Sunny, er það ekki meira svona stelpa nafn? Svo kemur enn og aftur, þættir. Já. Þetta er titillinn. Ok. Svo byrja þráðurinn. Ég er búinn með Grace, Revenge, One Tree Hill, OC, Lost, Pretty Little Liars, The Lion Game, Awkward, þættirnir heyrnarlausa fólkið, Breaking Bad, Glee, Downton Abbey, New Girl, 2.5 Men, Friends, Gossip Girl, The Walking Dead, Suburgatory og Game of Thrones. Mér finnst þættir eins og Revenge, Game of Thrones, Walking Dead, One Tree Hill og svona þættir mjög skemmtilegir. Hárlega greila bara allt. Og svo er síðasti frá Sunny. Að frjósa.
Jæja, ég ákvað að gera annan þráð því ég svo skemmtileg og sérstaklega til að gera the only Sunny glaða. En anyways, þá ég gjörsamlega krókna heima hjá mér og ég vil ekki taka sængin inn í stofu ef ég að horfa á sjónvarpið eða eitthvað, þannig að mér langar að kaupa eitthvað annað til að hafa í stofunni. Ekki til eitthvað geðveitt gott og þægilegt teppi eða þunn sæng eða bara eitthvað sem væri tilvalið til að nota í stofunni í cozy time. Mamma átti geðveitt teppi í Rúmfoss sem var bara selt yfir jólin, þannig ég missti af því þegar ég kom heim rétt yfir jólin. Svo finnst mér þessi teppi sem eru selt í IKEA alveg hræðileg, eru svo hörð og stíf, ég kannski svo eina sem myndi vilja teppi eða sæng fyrir stofuna, og þið þurfið ekki að spyrja, svarið já, mér leiðist, who cares? Jæja, það leiðist greiðilega, þetta var gott barnaland í dag. Ég ánægður með þetta. Takk Sunny. Já, þetta var bæði netmisnotkun og barnaland og Sunny, þú ert að hlusta. Það gaman að þessum pislum í hann. Þetta eiginlega bara pislar frekar en spurningar, sko. Hún ætti sem sagt að byrja að blogga. Hún ætti að byrja að blogga, já. En ekki til að græða pening á því. Nei. Af því að hann langar bara til að blogga. Algjörlega. Ánægður með hann. Talandi kulda og að frjósa. Bíómyndin Frost frumsýnd í vikunni og hingaði mættu til okkar Bjössi Tórs leikari. Hendum að einu lagi meðan hann kemur sér fyrir og svo ætlum við að ræða við þennan huggulega mann. Þetta er með flott lag, Rudimental kallar hann sig og lagið heitir Feel the Love. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö og við erum komin með góðan gest hér í stúdíóið. Það er stórleikarinn Bjössi Tórs, verður velkominn. Þakka kærlega fyrir. Hvernig hefur það? Ég var bara mjög gott. Er það ekki? Jú. Verður að vera betra? Já, var ekki? Já, það er hérna, nú er komið ný bíómynd með kappanum. Já, nokkrar. Nokkrar á leiðinni. Og hvað hérna, bíómyndi Frost? Já. Frumsýnd í vikunni. Er þetta svona stærsta hlutverki hingað til eða? Þetta í bíó, já, ekki bara. Þetta er svona, koma í dallum kippum núna. Já. Nokkrar í röð, en Frost, jú, er hérna, hún er allavega fyrsta svona sci-fi myndin sem ég leik í. Já, þetta er ekki bara svona fyrsta sci-fi myndin, hefur gerð svona mynd á Íslandi aður eða? Nei, er það nokkuð? Ég fekk allavega þá tilfinningu þegar ég sá trailerinn að þetta var svona, maður hefur ekki séð þetta á Íslandi áður. Nei, óheft náttúra, íslenska jörðin, sko, einhvern veginn, jöklarnir og svo eitthvað svona, eitthvað drungalegt þarna? Eitthvað drungalegt, sko, í bland, já, einmitt. Komið tíma á eitthvað svona nýtt? Sko, svona yfirskilvillig málefni hafa verið notuð, eins og í húsin í gamla daga og svona draugagangur, þetta í kristnihaldinu, en ekki beint svona, nei. Er þetta, ok, þú segir þetta sé sci-fi, er þetta spennumynd? Spennu-thriller. Spennu-thriller? Já, bara þannig. Maður hefur séð í trailun, King Helgi Björns og fleiri góða leikar þarna? Já, algjörlega. Og bara, Holy Bee. Gamli. Hvort finnst þér svona að þú sem leikari, er ekki skemmtilegar að leika í bíómyndum heldur en að vera á sviði? Veistu, það er bara svo ólíkt. Það málið? Já. Sko, bíóheimurinn er svo ævintýralegur, eins og þessi mynd. Við drösluðum sko heilu krúi upp á Langjökul í janúar í vængjefnu veðri. Skýta kvöldi? Ég bara, þú veist, það er ekki til þess að lýsa því. Við vorum hann upp á jökli þegar Grænlandsstormurinn gekk yfir landi. Ok. Þannig að þetta var bara fáránlegt. Fáránleg skilyrði. Þeir eru bara mögulega vestu tökuskilyrði sem að allir í krúinu hafa verið við, sko, en þetta er svo ævintýrlegt. Hvað voru lengi að taka þetta upp? Við tökur stóðu yfir í mánuð. Voru nú ekki allan tíman á jökli, en hluta tímabilsins voru þar. Þetta er ekki bara erfitt, þetta er líka alveg svakalega gaman. Ferðast upp á jökul í, 8 hjóla, einhverjum risatrukk sem er sko gamall skotpallur úr kaldastriðinu. Og þegar við fórum út á fyrsta tökudegi sá ekki út gluggana og fjallaleiðsögumenni sögðu sko, ok, ef þið týnist þá ekki leita á okkur, heldur grafið ykkur niður. Nice. Látið fenna yfir ykkur, við finnum ykkur. Og maður bara, ok, þú veist, annar dagur í vinnunni.
Þetta er svona eins og þú ert að skrifa undir og þú ert að fara í teygjustökk eitthvað, þú ert að skrifa undir hvort þú vilji láta gefa orðið líffæri og eitthvað svona kjafta þig. Þetta er eitthvað svona, þetta er ekkert voðalega hugreistandi. En hvað hérna, já, voruð 30 dagar að skjóta og ertu ekki að sviða alltaf líka eða? Jú, við vorum að byrja með stykki frá síðast ári, afmælisveisluna. Já, ég er alltof latu að fara í leikhús. Ég líka. Ég er svo mikill plebbi. Ykkar er sárt sakna. Við erum menningarsnauð. Ég hefði svo gaman þessu. Ég er svo mikill bólur. Já. Ég þoli það stundum. Ég líka. Ángríns, ég fyrir bíó. Ég vil fá mig bara popp og nammi. Ég fyrir aldrei í leikhús. Eins og mér finnst gaman þegar ég fyrir leikhús. Já, hvað sástu síðast? Það er ekki Laddasjóðið? Nei, ég veit. Nei, maður sjá. Hvað fór ég síðast það? Nei, ég fór nú að Laddi var ædólið mitt þegar ég var lítill. Laddi? Já, þetta er sko Laddi, Laddamar. Hann er algjör snillingur. Laddasjóðið var enda mjög skemmtilegt, sko. Já, ég veist það. Mér langaði mikið til að sjá það. Já, en það var samt ekki að síðast. Hvað fór ég er samt svona típa ef ég fyrir leikhús, þá þarf ég að vera að fara á svona grínleik. Sástu ekki Jó Hauk og hérna... Jú, ég fór á Alvöru menn. Alvöru menn? Já. Er það ekki? Fór á það. Það er nú ekki svona langt síðan. Var það ekki síðasta leikar? Jú. Þeir eru að taka upp aftur núna? Já. En hvernig, þú lítur, sko, þú ert alvarlegur leikari, ekki? Það er svona dramatískur leikari. Laddi var ædólið mitt, sko. Já. Eins og ég segi, Laddi og Siggi Sig og Örn Árna, þetta voru mínir menn, sko. Svo bara útskrifast ég úr leiklisskólanum og er bara búin að vera væland á sviðinu síðan það. Laddi reyndar er skemmtilegastur finnst mér þegar hann er alvarlegur eins og í sko íslenska draumnum þar leikur hann eitthvað sjónveganda í svona hlutur finnst mér hann alltaf skemmtilegastur. Já, menn. Laddi er reyndar æðislegur í sjoppunni í íslenska draumum. Já, geggjaður Þá alveg að skoða sígaretturnar. Við ætlum að henda Bjössa hér í hraðaspurningar og fleira. Þú hvergir eftir nokkuð hraðferð, Bjössi? Nei. Ekki þegar ég mæta klukkt segin. Nei, ég fíla. Það getur ekki verið. Það kemur hér eftir smástund, fáum fyrst Þórunn Antoníu og svo hendur hann í hraðaspurningar og ræðum betur við þennan snilling. Í hvaða sæti ætli þú lendir í alþjóðlega Shell V-Power rallyinu? Fylltu á tankinn og fylltu út þátttökuseðil á næstu bensinstöð Shell fyrir lok 5. september og þú geti komist í sæti aðstoðar ökumanns á einni sérleiðinni í rallyinu. Shell. Hæ, með Þórunni Antoníu. Konas Bjössa, var nú með honum í 10. kynslónu, verður hún með þér í vetur? Minna? Ok. Það er bara komin á Kafafri í popsöngin, virkilega flott lag hér á ferð. Hann situr þetta með okkur, hann er Bjössi Tórs. Ég var að spyrja hann, þú ert dramatískar leikari fyrir ekkert en grínleikari. Ætlar alltaf að verða grínleikari? Já, þetta er alltaf svona datt þarna megin, sko. Já. Það er eiginlega... En nú þetta Kenneth Máni og svona í vaktinni, það var hann með grínhlutur. Já, maður á svona, ég á svona nokkrar allur að komikinni, svona seinna ár. Og frekar öflugar allugur. Kenneth Máni var nú bara algjör senuþjófur í þessum þáttum. Kenneth Máni átti þá seríuðilega. Grín og drama er nefnilega það stutt á milli. Já. Það er bara, sko, þetta, oft snýst þetta svo mikið um tæmingar. Já. Og flinki gamanleikarar eru með svo vanggefna tæmingar, sko. Já. Það er alveg stúti að fylgjast með góðum gamanleikurum vinna, sko. Já. Og þú þarft að báða megin. Sammála því. Komik og drama. Ég ætla að henda þér þetta í hraðaspurningar og svo ætla ég að spyrja þér betur út í þær þegar við erum búinir. Ok. Er þetta nokkuð eitthvað vandræðilegt? Þeir eru ekki að fara... Nei, alls ekki. Eina sem þú ert að gera er þú ert að hreinsa hugan og bara segja fyrsta sitt eftir hug. Þannig að þú ert í rauninni ekkert að svara vitlaust eða rétt. Ok, tilbúin. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Pass. Hvað kom í hugan? Ég var með Arabíu Lawrence. Ok, æði. Trúið því. Upp á hljómsveit. Radiohead. Fallegasta kona fyrir þetta maka. Mamma. Besta lið í ensku. Chelsea. Bestu sjómanstættir. Friends. Hvað kveikir í þér? Hvað kveikir í þér? Miles Davis. Besti skyndibitinn. Pizza. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýr eru fyrir valinu? Letidýr. Þú myndir hitta hvern sem er í heiminum. Hvern myndir hitta? John Lennon. Besta nammið? Kúlsúk. Myndir þú taka þátt í Herra Ísland? Aldrei. Í hvaða spil eftir bestur? Hraðaspurningum. Sylvester Stallone eða Schwarzenegger? Stallone. Valtý Björn eða Höddi Magg? Valtý Björn maður. Hvað tekur í bekk? 150. Hvað lag syngur í karaoke? Make ekki karaoke. Justin Bieber er? Uppáhald svona minns. Uppáhaldsliðið þitt á Íslandi? Valur. Besti leikar á Íslandi? Þetta er ósangjönd. Besti leikar Íslands? Björn Thors. Versti leikar Íslands?
Öddi blöð. Helvítis, ég lagði þennan upp fyrir þig. Helvítis. Herru, þá þetta komið, valsari, ánægð með það. Já, maður. Sko, fyrir hlustendur, hann sko kvaldist á meðan hann var í hraðspurningu. Það var bara svo hægt, sko. Það var ángist að svipur á hann. Já, það er með hendur á haus með þess að. Já. Ég er að reyna að halda tempónu, sko. Eins og, ég breinfrísaði þarna nokkuð. En svona, ef öllu ganni slepptu, hvað er svona þínu uppáhaldsbíómynd? Hvernig bíómyndir ertu að horfa á? Heyrðu, svona... Ertu svona eitthvað arti-farti í eitthvað? Nei, það er svona allt í bland, sko. Ég hef mjög gaman að svona þessum arthouse bíómyndum. Já. Haneke, Mikael Haneke, þýskur, franskur kvikmyndagerðarmaður. Já, ok. Frábær, hérna... Það eru uppáhalds kvikmyndagerðarmaður þinn, veit ég. Það eru svona artmyndirnar, en svo er ég alveg hinum meginn líka bara... Shawshank og svona. Heat vel gert. Ég er alveg, sko, hérna, hún situr eitthvað í mér. Já, hún er frábær. Gotta be sharp on the edge, like me. Ég ætla að horfa á hann í kvöld, takk fyrir þetta. Já. Svona á mánudegi. Upp á hljómsveit, þar varstu með Radiohead. Já. Það er fara á tónleikabenn. Það er svona menntaskóla, já, ég nú séð á sviði, sko. Já. Þú er New York í gamla dag. Ok, en svona á Íslandi, hver er svona upp á íslenska hljómsveitin? Það er nú Sigurós hafa alltaf verið miklu uppáldi. Þeir eru svona koma skemmtilega óvart. Síðasti diskur fannst mér fellega flottur. Já, með Sigurós. Valtari. Já. Enda tókstu Valtarann fram yfir Höttamagg. Já, hann var skýrður í höfuð og valt í byrni. Já, akkurat. Og upp á sjónvarpsþætti Friends? Nei. Ég heyrði að það fór eitthvað að döðadraður. Já. En samt honest að sko nefna það fyrst sem kemur í bíóan. Já, eins og á að gera. Það var svolítið það, sko. Þú hvattið til þess. Ég er ánægð með þér. Þetta er ekki hægt að svara vitlaust. Nei. Svo var það letidýrið og svo var það... Það lýsir samt ekki konunum minni á nokkurn ná. Bara að láta það koma skýrt fram. Og svo var hérna skyndibindi að hafa pizza. Ertu pizzu-nutcase eins og ég eða? Já, ég doldi í pizzunum. Ég borðaði pizza á hann nýr á hóteli hérna í bænum. Með hverju? Marína. Hvað setur á pizzuna hérna? Það var svona tilbúin pizza og pantaði bara, þú veist, það var matselum. Má auðlýsa svona sjónu, í útvarpinu, hún var alveg geðveik. Já, nú langar mig í pizza og hít. Ég er búinn að ákvæða mánudagskvöldinu. Á fest salat og geitaostur og það voru perur. Vá. Þú ert svona arti. Á svona stökku, þetta var bara... Þið verður heilt pepp og svepp bara. Svo borða hann yfir Haneke mynd. Með franska leikstjóranliðunum. Einmitt. Heyrðu, þetta breytir lífið minni, þessi pizza þarna. Ég baka mikið pizza sjálfur, minnst það líka. Heimabaka pizzur eru nafnilega geggar. Það eru bestar, finnst mér. Ég fór líka áðan bara upp í mötuneyti og ég fekk mér bara old fashion ristabröð með smjör og osti. Ég vil klikka það samt aldrei. Nei. Ógeðslega gott. Af hverju er bröð svona gott? Ég elska bröð. Kakómjólk með þessu. Já, ískalt. Þetta er eitthvað gamalt þessi og... Já. Ristabröð með osti. Það er eitthvað svo kósi við það. Það er svo íslenskt eitthvað. Já, minnum á þegar ég á rúllingur og hamingjusöfn. Þessi þáttur orðinni svo 3 hasshausar að tala bara hvað er í svongar. Það er svona verið að mönsa hérna bara. Og, já, byrju... Mönsaður hann ekki. Já, en varstu, nú ertu valsari. Varstu mikið íþróttur sjálfur? Ég var í öllu, sko. Já. Ég var í handbolta og körfubolta. Aldrei nógu lengi í neinu til þess að verða virkilega góður, sko. Nei, ok. Nei, ég var aldrei mjög góður. Ekki svona íþróttatýpan? Jú, nefnilega. Alltaf í, sko, eiginlega aðeins og mörgu. Já. Þannig að ég var í, sko, öllum boltaíþróttunum og svo var ég í badminton og svo var ég í klettaklifri og svo var ég, þú veist, að hlaupa og... What a man, man. Já. Making me feel bad. Verðist nú líka að vera í fínu formi. Já. Já, það fylgir náttúrulega djópinu. Já. Þarf alltaf að vera svolítið svona. Já. Til í hvað sem er. Alla til þess að kíkja á þessa mynd. Ertu búinn að sjá hana sjálfur? Frost? Ég er búinn að sjá Búta. Ok, ekki alla myndina? Brot og brot. Nei, ekki alla myndina. Lýst þér ekki vel á það bara? Þetta lofa svo góðu. Já. Þetta er svo spennandi. Þetta er creepy. Já, mér trailer nú ógeðslega flottur. Flísjaðu blóð er dálítið góð taglína fyrir þessa mynd. Það er eitthvað svona verulega juicy þarna undir neri sem gerir mann alveg skítrættan. Já, ég hvet alla mína hlustendur til að tjekka á Frost, hún er frumsýnd í vikunni. Á föstudaginn ekki? Já, á föstudaginn og svo líka verðum við að hvetja fólk til að fara í leikhús. Já. Það er hvetja þig til að fara í leikhús? Ég veit það, ég er að lofa þér, ég er að spá að vera með svona leikhús, hvað heitir þetta, svona gagnrýni. Já. Þetta liðir bara hérna. Gerum það í vetur. Í allan vetur. Nú fórum við Björn Bragi á Macbeth í gær. Björnsi, lýsingin frábær. Sviðsmyndin til skammar. Já, til skammar. En Björnsi, virkilega gaman að fá þig hérna í spjall. Takk fyrir. Og Óskar alls hins besta. Allir að kíkja á Frost og já, bara takk fyrir komuna. Takk fyrir, gaman að koma.
Machine með Never Let Me Go og það var bara vel við því að við vorum búin að kveðja Bjössa en við ætlum bara ekkert að leiða honum að fara. Halló. Hann er hérna ennþá hjá okkur Sjáu hvað ég fann hérna fram að gangi. Og er komin með annan gestand okkur, það er Reynir Lyngdal leikstjóri, verður velkomin. Blessa. Hvernig ertu? Góður. Hvernig var að leikstjóra Bjössa? Heyrðu, Bjössi, hann er svona eins og, þetta er eins og að vera með kaftein úr breska hernum. Já, ok. Skulum útskýra þetta, ég er náttúrulega með þetta ættarnafn, Lyngdal. Sem setur mann einhvern veginn á einhvern svona stall. Já. Skilur við? Já, með rándýrt ættarnafn. Ég gera það ekki. Nei. Aðrir. Annað fólk. Skilur við? Og það munar... Já, þú þekkir þetta. Blöndal. Það eru allir þetta með ættarnafn nema ég. Já. Lyngdal, Blöndal og Thors. Og vitið þið það? Þetta ertu auðmingin hérna. Þetta er einhvern veginn. Sko að vera svo með annan sem er svona... Nú Thors. Já, þú veist, þetta er bara svona eins og að vera í einhverju elítu, skilur við. Við tölum saman tungumálið, allir aðeir er bara svona, jú, þú veist, þeir hlýða bara. Já, eru bara þetta með. Einhver stærri trailer og tökustaf og svona. Fá íslenski leikara þegar það leika svona í bíómyndum? Eru þið með eitthvað eigin trailer? Nei, það. Varstu með einn eigin trailer? Ekki hér. Fjandinn. Nei. Þessi maður, hann gerir sín eigin stönd á Íslandi, ekki í útlöndum. Já, ertu búin að leika mikið erlendis fyrir þig? Ég var að koma heim. Já. Ég var að leika í sjónvarpsseríunni Transporter, eftir bíómyndunum Transporter. Já, með Jason Statham? Já. Ok, varstu með stórt hlutverk þar? Það er að gera sjónvarpsseríu upp úr þessu sama. Hvar? HBO bara. Já, og í Bandaríkjum? Já. Öss. Og Luke Besson er að framleiða í Fraklandi og... Gert. Ég var í tökum, ég var aðal vondikallinn í einu þætti. Ég vissi hann eða vondur. Já, er það ekki svolítið? Það er svolítið mitt kast hérna. Það er að fatta það sem ég sendi. Það er bara mitt kast. Að vera bara badass. Vondikallinn. Þessu er í pressu núna, vondikallinn. Það er bara mitt kast. Þú ert nú góði kallinn í Frost. Já, algjörlega. Eða hvað? Það fólk það bara sjá það á föstudaginn. En hvað hérna, er einhverju frægi leikarar í þessu? Nú er ég á spettur. Nei, þetta er svona sjónvarp. Sjónvarp, já. Hérna, sástu þessar Transporter myndir? Já. Ég stiða alla kvikmyndagerðir sem eru sköllóttir menn í aðalhlutverki. Já, einmitt. Ég mæti alltaf. Lögreglufulltrúinn sem lék aðalhlutverki þar, hann er sett í þessari seríu. Annars er þetta nýtt kast. Ok. Og svona sjónvarpsstjörnur, þú veist, aðalleikarinn er einn af gaurunum úr Prison Break. Gert. Svona leikara sem er saman tíningur hérna þann. Já, þannig að... Það er aðeins öðruvísi standard í því verkefni til dæmis og Frosti. Þar fékkstu þitt eigin trailer þá? Þá fekk maður sin eigin trailer og sáttan Range Rover sem maður sáttum hann á mótnana og svona fjárastjörnum hótel og Champs-Élysées. Inn í Range Roverunum. Já, mætti á mótnana svartur Range Rover sem beið eftir mér út á Champs-Élysées. Þetta var svo mikið stjörnur. Gengur út í svarta Rangean og driverinn opna fyrir mann hurðina og þá er svona bakki á catering inn í bílnum. Það var svona croissant, hotn og kaffi og kalt og vatn og svona. Þú ert samt að kvarta. Akkur ekki súkkulaði croissantinu mínu? Þetta er ekki nógu kalt vatn. Ég vil kaldara vatn. Já, þetta er... Vittnar svolítið þannig Íslandingurinn, hann er svo mikið. Hann vil bara croissant með súkkulaði. Það er miklu skemmtilegur að vera í svona pirate kvikmyndagerð eins og með Reyni og í Frosti. Já, það er svona þín típa. Þú ert þannig, ég er ekta hitt. Það er harðara, sko. Já, það er harðara. Ég vil vera lappin í Reyns á... Þú vilt láta hafa fyrir þér. Fá croissant. Já. Það er eitthvað góðs í. En ert þú búin að leikstara erlendis? Ekki bíó, nei. Hann ætlaði að kalla Helga. Hann ætlaði að kalla mig Helga. Helgi Björns er í myndinni? Já, því Helgi Björns er að leika í myndinni, já, einmitt. Það er svipur líka. Já, við erum það ekki svo líka. Helgi Björns er pappi Reynis. Já, svona ungur Helgi. Hann heitir Helgi Björnsson Lyngdal. Já, það er svona... Heyrðu, já. Það er allir sem vita það. Hann er pappi minn. En það er eitt hérna í lokin með þættin úti. Já. Áttur að leika sem sagt Íslendinga? Nei. Frakka. Frakkin? Já, ok. Ég hét Lulu. Lulu Búlfurinn. Lagt til að sjá það. Og hvet alla til að sjá Frost. Reynir, þú hefur hérna 15 sekundur. Þú mátt segja hvað sem þú vilt við hlustendur. Ákveð eiga að fara í bíó í vikunni. 15 sekundur. Mætið bara og sjáið og þið ekkert verið að sjá eftir því. Það er bíó. Já, það er bíó. Frost, það er bíó. Frost er bíó, allir að kíkja og strákar, takk hella fyrir komuna. Gaman að fá okkur og nú ertu farin Bjössi, þú farið ekkert að koma áttur. Ég skal fara. Og ég ekki verið áfram. Þú mátt verið sleikja og vilt, það er bara Bjössi, það er svona líkt á hann. Förum inn í örstu skilaboð og höldum svo áfram. Samkvæmt nýlegum mælingum sparar þú 6 krónur á lítran með því að nota Shell V-Power bensín.
miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Skeljungur. Í námunni færðu auka krónur með fullt af tilboðum og vörum á hagstæðu verði. Það kallar sig Mumford & Sons og lagið The Cave. Þetta innfælingin að hún heldur áfram. Við vorum að tala eftirnöfnin. Já. Blöndal og Lyngdal og Thors og svona. Já. Myndir ekki segja að það sé búið að gengisfella Blöndal-nafnið svolítið hressilega með, þú veist, þér og Birni Blöndal. Með mér? Séðu heyrt ljósmyndara. Já. Þið eru allir í einhverju svona pakka, Blöndalarnir. Viltu að ég sendi frænda bara eftir á djamminu núna? Er það sem út að byrja? Thorsararnir skilur að gera góða hluti og Lyngdalarnir og svona. Já, þú ert ekki eins og með millina. Nei, ég veit það. Nei, með Blöndalinn er ennþá grjóta. Það eru potið einhverju Blöndalar núti sem eru eitthvað, þessi Öddi maður, djöfull er hann að gera okkur mikla skrá yfir. Kitty Blöndal pappi. Já. Landsliðsmaður í Brits. Já. Það er alltaf, nei. Þegar hann var sko í sinni iðin í Britsinu hérna í gamla daga, þá vildi hann ekki sko eignast svon sem er að gera það sem þú ert að gera í dag. Ég er nú aðeins búinn að þroskast. Já, ég er hættur að míga á mig og hættur að drekka ógeðstrykk og ég held að sé rosalega margir sem er að hugsa hann er að koma aðeins tilbaka núna Blöndalinn. Ég held að ég er að redeem myself. Já, það er að hækka gengið í Blöndalnum. Já, það er aðeins. Það er eins og komið að dagskrárlið sem heitir Lagið á leiðinni heim og þetta lag hefur verið spilað áður í þessum lið en það er ekkert ástæðulausu. Þetta er að mínum að eitt besta lag allra tíma. Grenjandi rigning og Bjössi var einmitt að segja okkur án í hraðaspurningum að uppáhaldshljómsveitin hans væri Radiohead. Og hann hefur séð og taka þetta lag live. Já, við spilum áðan Karma Police og mér er alveg sama. Ég ætla samt að spila aftur Radiohead og lagið heitir Fake Plastic Trees og núna held ég sé fínt að vera bara kósi í bílnum, grenjandi rigning, mánudagur og bara hækka í þessu. Verði ekkert mikið flottan að þetta, sveið með þá Radiohead með Fake Plastic Trees. Don't make them like they used to, sagði einhver. Þetta er lagið á leiðinni heim, vonandi höfðu þið jafn gaman að því og ég. Klukkan er að verða að 6 og við Bjössi búin að vera þetta með okkur sem 4 í dag og erum bara að fara að kveðja. Rikki G er hérna rétt og mættur í stúdíóið og hann verður með okkur til 9 í kvöld í miklu fíling eins og honum einu með lagið. Við vorum að stríða honum fyrir í dag. Hann er undirbúið sig fyrir hátíð. Já, hann er undirbúið sig fyrir hátíð Bangsalega Homma. Já. Og verður virkilega gaman hjá honum og þeim strákum næstu helgi. Takk vel á mótunum. Hvernig kvöldi hjá þér, Bjössi? Ég bara veit ekki. Það er margt í sem gerði gerst. Nú, okkur? Það er til dæmis leikur, Framfylgir. Mínir menn mæti í dalum. Farið í rigningunni? Já, alltaf kósi að horfa fótbolta í rigningu. En svo líka, þú veist, ég er svolítið heitur fyrir að sjá þennan leikstjóra sem maður voru bara að missa legvatnið yfir vinnur okkar hérna. Já, þessi tíski? Þessi Henneke. Já. Tjekka honum? Veit ekki, þú veist, ef ég nenni ekki út í rigninguna, kannski bæðis, svo er líka náttúrulega nýr Breaking Bad kominn. Já, ég þarf að fara að koma inn í það. Ég þú veist, þú ert eitthvað að tala núna um eitthvað Suits og eitthvað læti, það kannski er að fýta þáttur. Nei, ég veit það, þú ert að tala um að allir að gera það. Af hverju, þú átt svona 40-50 þætti af besta sjónvarpsþætti sem hefur verið gerður nokkuð tíman. Það er ekkert annað maður. Já, bara ég horfði á hann í alvörunni, Breaking Bad. Ok, ég ætla að horfa á hann í kvöld. Ég ætla líka að horfa á Heat og ég ætla að fá mig pizzu. Það er mánudagskvöldið mitt. Vonandi hafið þið það sem... Á að leifa sér. Já, ég ætla að leifa mér það sem mánudegi núna. Vonandi hafið þið það sem allra best í kvöld, kæru hlustendur. Takk fyrir hlustunin í dag. Takk vel á Rikka og svo heyrustu á morgun. Þá verðum við Sveppalingur mættir hérna klukkan 4. Þannig að þar til næst hafið það bara sem allra best á þessum mánudegi. Takk fyrir daginn, Bjössi. Sömuleiðis. Í hvaða sæti ætli þú lendir í alþjóðlega Shell V-Power rallyinu? Fylltu á tankinn og fylltu út þátttökuseðil á næstu bensinstöð Shell fyrir lok 5. september og þú getur komist í sæti aðstoðar ökumanns á einni sérleiðinni í rallyinu. Shell. Samfilm og Sintamann í kynna. Þú verður að stoppa björgunarsveitina. Ég voru bara að láta það liggja hérna frá að deyja. Sýnd eftir 5 daga. Ertu klár fyrir margfalda skemmtun í Egilshöllin í dag? Mættu á svæðið. FM 95 blöð. Á FM 95